Hér erum við komið alveg splunkun í hann, Maxus Unique. Þetta Kínveri. Þetta ekta stór fjölskyldubíl. Hann minnir svolítið á til dæmis Toyota Previa. Það eru 17 tómmu felgur á honum. Það er 52,5 kW rafhlaða í þessum bíl og það er rafmagnsmótor sem gefur 177 hestöfl. Hann er fullur á allskyns búnaði þessi bíl. Það er mjög gott að sitja í honum, mjög gott að keyra hann. Hann er rúmgóður. Það er sóllúga á honum, svona panorama sólþak. Hann er með svona stemningslýsingu sem gefur rosalega flott svona atómsberi í bílnum. Þú getur stilt það og tugimáta. Nú það er, ef við tökum að þessu öryggisbúnaðinn, hann er fullur á loftbúðum báðum megin. Það eru gardínloftbúðar, það eru hliðaloftbúðar, það er blindtornaviðvörun, það er akreinavari, það er skynvætur, hraðastillir. Það er bara allt í þessum bíl sem við viljum hafa í nútíma bíl í dag. Þessi bíl hann er að kosta 6.690.000 sem er alveg bara fáránlega gott verð fyrir þessa stærð af bíl. Drægnin á honum er 360 km og auðvitað er drægnin eitthvað minni miðað við veður og hvað við erum að nota miðstöð og eitthvað svoleiðis. En þetta er ekki síðri drægni heldur en er uppgjöfin á öðrum bílum, svakað þessum LTP-staðli. Þið sjáu hérna hvað hann er vígalegur hérna framan. Blái liturinn hann stendur fyrir rafmagn, þetta sé rafmagnsbíl. Þið sjáu ljósin hérna, þau eru alltaf að verða svona á bílum dagsins í dag. Þetta eru LED-ljós, það er LED-þokuljós, það eru LED-afturljós. Kínverjar, þeir sem er einn stærsta þjóð í heimi, hún framleiðir til dæmis iPhone, hún framleiðir Canon myndavélar, hún framleiðir alls konar tæknibúnaði fyrir tölvuiðnaðinn, þannig að því ættu þeir ekki sjálfur að geta sett nafn sitt við bílaframleiðslu. Og ég tek það fram að þeir voru að opna eina fullkomnustu bílaverksmiðju í heimi í Kína, Volkswagen Group, þar sem að Volkswagen ID4 verður framleiddur og fleiri rafmagnsbílar. Það brjála veður hérna í öskjuhlíðinni, við ætlum aðeins að tylla okkur inn. Það eru stórar hurðir á þessum bíl, það er nú alveg greinlegt. Ef ég sest hérna inn, ég er 1,87 eins og marggott hefur komið fram í þessum bílamyndböndum. Það er algjörlega frábært pláss hérna. Ég sit hérna, mjög góð sjónlína, stýrið er þægilegt, það er ekki á stórt og ekki á lítið, þetta er ramastýri og nota bene það er mjög gott að stýra á þessum bíl. Sætin, þau eru aldrei slíku vant. Bara mjög djúp. Setan hérna, hún er alveg hérna vel undir hnésbæturnar. Bakið er mjög flott. Það eru mjúk og góð sæti í þessum bíl. Og ég var að segja eins og að sjónlínan er alveg meiri háttar góð hérna. Ég sit hérna og ég horfi frekar hátt út í bílnum. Ég get lækkað sætið. Ég get líka hækkað það. Parta fram og tilbaka og halla hérna sætinu, þetta er allt rafmagns. Og hérna horfi ég á þennan 12,3 tómmu markmiðlunarskjá sem er alveg geggjaður. Hann er bara stór og flottur. 360 gráða myndavél. Þú sé allan hringinn í þessu. Það eru fjarlægðaskynjarar framan og aftan. Jæja, komin inn aftur í. Þetta er bara minnir mig á að ég siti í þotu með alveg ágætis fótaplássi. Þá tek ég bara hérna borðið mitt út og býðið til flugfreyjunni. Þessi bíl er 7 sæta og ég ætla að fara að aftur í. Ég opna hér, færi sætið svona fram, það er á sleða, stíl hérna inn í og ég er komin hér og ég dreg sætið að mér, svona, hallaði svo svona, þá má færa það eins aftur. En sko, ég er stór kall og það er nóg pláss hérna aftur í. Hins vegar ég myndi ekki setja og hafa kannski hérna aftur í ef ég var að sækja það á elliheimilið. En þetta er frábært. Sætin eru bara svo ógeðslega góð. Gott að sitja í þessu. Ég meina, er þetta ekki bara framtíða leigubíl? Allavega, þá er þetta sko alveg geggjaður bíl fyrir stóra fjölskyldu sem er að skutla og skreppa, sækja börnin í skólann og keyra í íþróttir. En fyrst og fremst algjörlega frábær bíl upp á pláss að gera. Það er allstaðar jafn hátt í lofts hérna og gott að sitja í þessum bíl. Við sitjum hérna í þessum glæsilega Maxus Unique 5. Þetta er rafmagnsbíll. Það er sígarettukveikjari í þessu. Það er líka 5 watt tengi, það er USB-tengi hérna. Það er frábært að miðstöðin sé svona með tökkum, en það er það alveg rosalega stór skjár, 12,3 tómmu skjár og 9 tómmu skjár hérna með upplýsingum fyrir bílstjóran
í sambandi við aksturskerfin. Stýrið mjög þægilegt, það hægt að stilla hérna útvarpið og hækka og lækka og mjúta það og hérna kemur upp bakgreinastýringin og hraðastillin og hann skinnvættur, þannig að það hægt að stilla alltaf fjarlægina á milli næsta bíls. Það bara mjög gott að keyra hana bíl, það gott að sitja í honum. Það svona bara venjulegt rafmagnsbílahljóð í honum. Þetta náttúrulega stór bíl og hann svolítill gámur. Þetta svona ekkert ósvipað og Toyota Previa og þessir hérna sem kalla svona fjölnota bílar og við förum inn yfir. Ekkert að þessu. Þetta alveg bara ágætis fjöðrun í þessum bíl og rafmagnsstýrið það bara nokkuð nákvæmt og stýrir vel. Það gott að halda hérna, þetta vel einhvern veginn bólstræða stýri. Það var svona saumar hérna á þessu og það eru líka saumar hérna í mælaborðinu sjáðu hérna og svona, þetta allt svona mjúkt dæmi og þetta skrúa allavega með nokkrum skrúum, þetta alveg pikkfast og það sem að mér svolítið spennandi að þú getur alveg komið við innréttinguna án þess að hún hrynji í sundur. Ég botna. Þessi bíll að fara upp í 100 km hraða sem að má náttúrulega ekki hér á Íslandi, það mátt bara fara upp í 90. Hann að fara upp í 100 km hraða á 9,5 sekundu, þannig að við erum að fara upp í 90 kannski á 9 sekundum. Eina sem ég get kannski fundið að það náttúrulega alveg bálkvast úti núna, að ég heyri smá vindhljóð og svo sem ekkert meira heldur en bara kannski í sambærilegum hérna einhverjum svona jepplingi eða eitthvað svoleiðis, en það smá vindhljóð og smá vegghljóð. En það sko ekki frágangssök í þessum flotta bíl. Verðið eins og ég sagði 6.690.000 og þú ert að fá alveg gríðarlega mikið fyrir peningin. Þú ert að fá eða mjög vel búinn bíl. Hann fullur af öryggistáttum eins og loftbúðum og þessu dóti og hann fullur af tækni sem að gerir bílinn þægilegan í akstri og hagkvæman líka í akstri og hann alveg gríðarlega plássmikill. Ég sem reynslugaksturs bílaprófunarmaður, ég mæli 100% með þessum bíl. Alveg 100% og hann núna að minna mig á það að það má bara keyra hérna á 50. Sorry,